Já, ég hef verið kritiskur á kosningarnar á Íslandi síðustu til Alþingis. Það reyndar áður en að kosningarnar voru framkvæmdar, þá benti ég á veikleika í aðferðum við framkvæmd kosninga víða heim og að til dæmis í Bandaríkjunum, þar kom upp mikið af tilfellum þar sem greinilega var verið að falsa niðurstöðu kosninga og það gerist sérstaklega með flutning á kjörkössum. Einn kritiskasti punkturinn á kosningum að vera að rúnta með kjörkassa borg og bí og ég varaði við þessu fyrir kosningarnar og síðan kom í ljós að eftir kosningarnar á Íslandi þá voru notaði sendibílstjórar við þessa iðju að flytja kjörkassa og ég persónulega sannfærður það að niðurstöðu kosningarna á Íslandi eru hrein fölsun. Þannig að ég hef verið að hugleiða þetta svolítið undanfari, hvernig hægt að bregðast við þessu og ég hef með aðra hugmynd að hvernig hægt að framkvæma kosningar sem væru þá gagnsæjar og auglýsi hér með eftir þrívíta teiknar sem getur teiknað með mér kannski þessa hugmynd og býð mig jafnframt fram til fyrir ríkið eða fyrir ríkisstjórnina eða vilja í alvörunni laga kosningar á Íslandi þá býð ég mig fram til þess að vera ráðgjafi við að útfæra þessa hugmynd en hugmynd mín sú að það sem við getum hugsað okkur kassa eða herbergi stórt herbergi þar sem að eru glerveggir og í útjaðri þessara glerveggja eru þá kjördeildirnar sem fólk fer inn og greiðir sitt atkvæði og stingur beint í póstlúgu sem fer beint inn í þetta herbyggi. Það er engin kjörkassi en eitt slíkt og þar getur það lent í einhverjum hóp af atkvæðum þannig að það geta segja hverju hvað og það getur farið eftir ákveðnum færiböndum inn í þessu glerherbyggi þar sem allir geta setið og fylgst með framkvæmd kosningana og þeir sem að og í kjördeildinni ég hef sagt að það verður að vera númeraðir kjörseðlar eins og það gerð krafa númeraða reikninga í fyrirtækjarekstri að þá fær kjördeildin segjum að séu 10.000 manns í þessari kjördeild þá fær kjördeildin 10.000 atkvæðaseðla sem eru númeraðir en þeir þurfa ekki endilega að vera í númeraröð þannig að getur talið þegar þessi fer inn að hann númer 3 og þá sé hann með kjörseðil númer þetta það er ruglað númerunum en þetta svipað með bankalykil það er svona seríur af númerum þar og þannig að fara 10.000 kjörseðlar inn og kjósendur taka og síðan restin af kjörseðlunum tekin og varðveittir þannig að setja að telja upp númerin og í gegnum tölvur þá mjög auðvelt að láta þær skanna númerin þannig að það er að tryggja það að engin kjörseðil hafi horfið eða þeim hafi verið skipt út og málið að kjörseðillin fer beint frá kjósandunum og inn í þetta talningarúm sem að er með gleri allt í kring þannig að allir geta setið og hort og það fer og inn í þessu glerherbyggi þá hugsanlega salernisaðstæða eitthvað slíkt, það nú svona útvæðslega atriði en hugmyndin að fólk fer ekki þarna út fyrir að talningu atkvæði er lokið eða allavega þá allir bara á spýt og sundskýlum þannig inni og geta ekki falin einn atkvæði á sér eða þurfa að fara úr herbygginu og það þá einhvers konar öryggisgæsla við þegar fólk yfirgefur þetta kjörherbyggi og það alveg ljóst að til þess að lýðræði á Íslandi og í heiminum öðlist virðingu aftur þá verður að laga kjörferlið eða kosningaferlið þetta síðasta kosninga fíaskó í Íslandi bara brandari og til skammar og við sáum vídeo sem að kom þegar var verið að sýna hvað þetta var allt örugt myrkra kompan þar sem þetta víst talið þessi atkvæði sem að keyrðir með sendibílstjórum að það var límband frá húsasmiðin inn á miðri hurð og sem innsigli þannig að ég skora ég auglýsi hér með eftir þrívíta teiknara sem getur teiknað þetta upp með mér nákvæmlega
og ég býð mér hérna fram til þess að vera ráðgjafi til þess að setja þetta upp.